sigur gegn Noregi í dag en þið voru konur með annað sætið. Til hamingju með sigurinn. Hvað það hlýtur að gefa ykkur byrjandi báða vengi? Já, algjörlega. Við vorum bara með sigurinn í gær á móti Dönum, þá vorum við í góðri stöðu. Við áttum ekki möguleika á fyrsta sætinu. En við svona höfum það bak veira. Við ætluðum okkur að taka fyrsta sætið af Norðurlandaþjóðunum. Það eru bara Íslandi sem okkur tókst ekki að sigra og það var hörkuleikur. Við erum bara í hörkuleikur þá og missum frá okkur loka sekúndunum. Það er svona dálítið fúlt að við höfum ekki náð betur úrslitum á þeim. Ég er alveg á því að við höfum ekki verið kannski slæmi meiðslum að við höfum tekið eistana. En það er bara hluti af þessu og við unnum vel úr því og mér fannst við bætt okkur rosalega á þessu móti og það er kannski númer 1, 2 og 3. Og eins og þú segir, þá þið vinnið Norðurlandahöfurnar alltaf, tappið fyrir Íslandi. Í leik þar sem einn eitthvað besti leikmaður er ekki með. Já, Ástóna það meiðist á móti Finnunum sem var alveg rosalega góður meiðist í fyrrháleik og var bara eiginlega hálfa hraða eftir það. En hann sýndi alveg kafla hérna á milli að hversu góður hann er en ég held að svona okkar styrkleiki er liðsheildin. Við erum með frábært lið, við erum með alveg ótrúlega marga góða stráka og líka það eru alveg óbáslega góði strákar sem er heima. Bara komist ekki í þetta lið. Ég er búinn að segja mörgum sinnum að það séu eflaust 3-5 strákar sem getur mögulega bara að byrja inn í þessu liði sem er ekki í liðinu. Þannig að árgangurinn er gríðarlega sterkur en það er ekki kannski, topparnir er ekki neitt rosalega háir, það eru margir toppar. Þannig að þetta er svona margir góðir einstaklingar og virkilega spennandi árgangur.